Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Sæl og velkomin í Suðurnesja magasín. Þrátt fyrir tímabundin skell á atvinnu ástandinu á Suðurnesjum þá heldur lífið áfram og í hverri viku mætum við með nýjan þátt af Suðurnesja magasíni þar sem sýnt frá menningu, mannlífi og atvinnulífinu á Suðurnesjum. Í þessum þætti tökum við hús á húsasmíðadeildinni í Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem óvenjumargar konur eru í námi í húsasmíði. Við förum einnig í Kardimómubæinn og hittum bæjarfógeta og einnig ræningja. Þá tökum við púlsinn á atvinnulífinu og viðbrögðum við þeim áhrifum sem fall WOW getur haft á Suðurnesjum. Við endum þáttinn á líflegri syrpu frá hljómlist án landamæra. Við byrjum hins vegar þáttinn á húsasmíði þar sem konur koma orðið meira við sögu. Iðnnám í dag ein af grunnstoðum Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Í húsasmíðadeild skólans eru nú 34 nemendur og þar af eru 3 stúlkur sem óvenju margt. Aðeins ein stúlka hefur útskrifast sem húsasmiður frá FS á þeim 19 árum sem Gunnar Valdemarsson húsasmíðameistari hefur kennt við skólan. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti í heimsókn á húsasmíðabrautina í FS. Hversu mörgum nemendum ertu að kenna hér í Fjölbrautaskóla Suðurnesja nú á þessari önn? Mér telst til að þessu 34 ef allir eru að mæta. Og ætla þeir, þessi nemendur, allir að verða húsasmiðir? Já, það mest okkur til stefnan að þeir ljúki nám í húsasmiði og þar á leiðandi sveinsprófi. En tíminn verður kannski að leiða það í ljós hvort að það verði eða hvort þeir leiðist út í eitthvað annað. Það hafa komið nemendur hingað í þessa deild sem að hafa ætlað sér að verða arkitektar eða byggingatæknifræðingar, það rétt? Það passar alveg, það þannig að þegar maður lýkur nám í húsasmiði þá maður komið með ákveðin réttindi til þess að starfa sem slíkur með sveinsprófi. Það allir vegir í raun og veru færi til þess að fara í eitthvað frekara nám ef mennum líst svolítið á. Það hægt að bæta við sig viðbótarnámi til stúdentsprófs og fara þar að nefndi hvað háskólanám sem Sveinsprófið eða það nám veitir okkur réttindi til yfirleitt að fara inn í tæknifræði, hvort sem hér heima eða í Danmörku þar sem menn hafa farið. 1976 Fjölbrautaskóli Suðurnesja stofnaður og þá var hér í Keflavík iðnskóli þar sem að námið, það var iðnnám sem að menn voru að sækja í og aðalega karlkyns og auðvitað hár iðn og allt það. En svo kom þessi ofur áhersla á stúdentspróf. Hver munurinn á því, til dæmis ef að nemandi ákveður að fara í húsasmíði, bara svona ef þú segir okkur frá tímanum sem að þau eru að verja í námið? Námið í húsasmíði byggist kannski upp á því að við erum 5 mannir samkvæmt námsskráa, þá erum við 5 mannir hér í skólanum. Það eru 72 vikur eða 1,5 ár sem þú þarft að vera undir stjórn meistara á námssamning út á vinnumarkaðnum. Þetta aðeins mismunandi á milli iðngreina. Þær eru aðeins mislangar hvað það tekur langa tíma í skóla og annars vegar í atvinnulífinu. Yfirleitt í kringum 4 ár heildarnámstími. Stúdentsprófið orðið 3 ár núna, samkvæmt 9. En það segir enginn að þú þurfir að klára á 3 árum, þú klára á skemmri tíma eða lengri tíma. Þannig að námstímsmarlega séð þetta mjög sambærilegt. Breytingin kannski frá því að þegar ég fer hér í gegnum skólan að þá fekk fólk vinnu í raun og veru út á það að vera með stúdentspróf. Þú fékkst líka vinnu út á það að vera með sveinspróf í iðngrein. Í dag gengur inn í raun og veru starf strax með sveinspróf í iðngrein en stúdentspróf í raun og veru lítið annað en bara ávísun á það að þú geti farið í frekara nám, háskólanám eða eitthvað akademískt nám, oftast það getur heita hvað sem en það í raun og veru bara að passa á það. Meðan kannski sveinspróf í raun og veru atvinnuréttindaskírteini fyrir allan heiminn ef það sýnir svo. Og hér í vetur hafa 3 stúlkur verið nemar í húsasmíði. Hvað finnst þér það? Hvernig hefur þetta gengið?
Mér finnst ógeðslega gaman fyrirgefðu orðbragðið að hafa þessar stelpur. Það standa sig mjög vel, það eru ekki síður en strákarnir og ég segi alveg óhyggjað við stelpur, því geti gert þetta alveg eins og við strákarnir og jafnvel stundum betur. Við erum stundum svolítið kærulausari en það og vantar kannski þetta hárfína í okkur sem oft í stelpunum. En í raun og veru hvort sem að það kallegt í dag, að þá á þetta allt vonandi eftir að breytast og stelpur að verða jafn fjölmennar og strákar í okkar iðngreinum. Og því að þær geti þetta alveg jafnvel og við hinnir. Hvers vegna ertu að læra húsasmíði, Helena? Herðum, ég bara hefur alltaf langað að vera húsasmiður. Ég hef alltaf, ég er búin að vera í kringum þetta síðan ég var bara lítil. Pabbi minn húsasmiðameistari og bara hefur alltaf langað að vera húsasmiður og ég lét loksins verða að því. Hvernig stóð á því? Þú fluttir hingað frá Noregi fyrir nokkrum árum en kemur úr Hafnarfirði. Getur þú sagt okkur aðeins hvernig stóð á því og fórst ekki aftur í Hafnarfjörð? Herðu, það leigan, hún svo há í bænum, þannig að við okkur bauðst að sækjum hjá Keili og fengum íbúð, þannig að við ákveðum að koma hingað og í framhaldi af því að svo frétti ég að það var að vera að kenna húsasmiði í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þannig ég ákveða að sækjum, ég búin að langa það lengi að fara í skóla, þannig ég lét verða því þegar við fluttum hingað. Og hvernig líkar þér í húsasmíðanáminu? Bara æðislegt, þetta er geðveikt nám, þetta svo fjölbreytt og skemmtilegt og maður lærir svo mikið bara á alls konar. Ertu búin að fá einhver verkefni svona í fjölskyldunni eða út í bæ eftir að þú byrjaði hérna? Þú ert búin að vera hér í 2 ár, það ekki? Ég að klára 5. önnina sem þá 2,5 ár. Já, ég búin að parkettleggja nokkrar íbúðir. Ég búin að skipta glugga og gler og svona að hjálpa til það sem ég get. Og ef ég ekki alveg að ná að klára mig fram úr því, þá spyr ég bæði Gunna kennara og kallana sem ég vinn með. Hjá hverjum ertu að vinna hér á Suðurnesjum? Ég að vinna í húsagerðinni. Þeir eru búin að vera á Suðurnesjum í 45 ár. Ég vinn þar með flottum köllum. Ertu eini kvenmaðurinn, fullt af kvenmennu þarna? Ég ein. Ég eina kona sem hefur unnið hjá húsagerðinni og já, bara ég eina strákunum. Og það gaman að vera eina strákun? Já, þetta bara æði. Já. Hvernig taka þér? Bara vel sko. Það ekkert issue að ég sé kona sko. Er þeir ekkert að stríða þér og svona? Nei, ekkert meira en strákunum. Það er alltaf eitthvað svona, einhverju brandarar og eitthvað og jú, þeir stundur svona finnst þeir fara á langt en ég tek því alveg sko. Þannig að þú hefur gaman að því að vinna með þeim. Er annar mórall á kallavinnustað en kvenna? Já. Þeir eru meira svona frjálslegir. Þeir segja bara það sem þeir segja og svo það bara búið. Og svo bara heldur dagurinn áfram. Það er minna drama. Meira gaman og minna drama. Hefur þið reynsla af einhverjum öðrum starfum en trésmiði? Já, ég hef náttúrulega unnið við mörg störf og ég seinast vann ég sem þjónn og það ekki minn tilbolli. Ég fíla að vera í drullugalanum og fíla að vera úti og þetta er svona fjölbreytt starf, þú ert ekki alltaf að gera það sama. Einn daginn get ég verið að setja í glugga og hinn ég að steypa upp vegg eða það er svona fjölbreytt, þannig að mér finnst það æði. Þannig að ég ætla að vinna í framtíðinni við húsasmiði og að fara að klára núna í haust. Ætla að klára núna í maí húsasmiðadeildina og klára svo stúdent og ætla að útskrifast sem stúdent og húsasmiður í desember og þar í kjölfari ætla ég að taka sveinspróf. Þannig að já, þetta er minn draumur. Mælirðu með þessu fyrir aðrar? Já, algjörlega og sérstaklega konur. Að konur og stelpur komi og prófi. Þetta er svo skemmtilegt og þetta er ekki þetta kallastarf eins og þetta var. Þetta er miklu, þetta er allt annað. Það er bara að koma að prófa þetta og ef þú fílar þetta ekki, bara ferð eitthvað að prófa eitthvað annað. En endilega prófa. Heiðarskóli í Reykjanesbæ fagnar 20 ára afmæli á þessu ári.
Á þessum tímamótum ákváðu skólayfirvöld að hafa árlega leiksýningu skólans aðeins flottari en vanalega. Kardimmumubærinn var settur á svið og notast var við handrit frá Þjóðleikhúsinu. Við fórum á lokaæfingu og hittum bæjarfógeta og fleiri persónur úr Kardimmumubænum. Hér í Kardimómu okkar líf yndislegt og líða allir dagar hjá í kyrrð og ró og spekt. Bakar hnoðar kökur og skóar smíða skó, já skildi maður ekki hafa nóg. Og borgin okkar best gjörð, að borgum öllum hér á jörð. Bæjarfógetinn Bastían, betri en nokkur lýsa kann. Og trommur við og Hvað að fara að gerast hérna hjá okkur í Heiðarskóla? Við erum að fara að sýna leikriti Kardimmumubærinn, sem sagt krakkarnir í 8. til 10. bekk. Og hvað erum við búin að vera lengi að æfa þetta leikrit? Í rúma 2 mánuði. Ertu í leiklistarvali eða ertu bara einn af þeim sem langaði að vera með? Ég sótti að fara í árshátíðarvalið í Heiðarskóla fyrir árið 2019. Og hvernig hefur gengið? Það hefur gengið bara ágætlega, bara misvel hjá nemyndum, en þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt. Og er mikið að læra, mikill texti sem þurfa að muna og svona? Það er mikill texti sem við þurfum að muna og mikið sem við þurfum að leggja okkar að mörkum og það er bara búið að vera mjög krefjandi og skemmtilegt. Finnst þér þú hafa lært eitthvað við að taka þátt? Já, ég steig mjög mikið út fyrir þægindarammann og ég lærði bara heilmikið af þessu, þannig að já. Langaði að verða leikkona í framtíðinni? Það gæti alveg verið möguleika með langið það. Voru einhver aðri draumar svona áður nú fórst að leika að verða eitthvað annað? Nei, ekki beint. Ég hef búin að vera svolítið óviss með það hvað ég ætlaði að gera. Af hverju langaði þið að taka þátt í leiklistavalinu? Mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt og prófa að stíga út fyrir þægindarammann og athuga hvernig mér finnst að vera á leiksviðinu. Hefur einhvern tíðan gert svona eitthvað áður? Nei, bara það sem hefur verið verkefni hjá bekkjánum í Heiðarskóla. hér í Kardimómu okkar líf yndislegt og líða allir dagar hjá í kyrrð og ró og spekt. Bakar hnoðar kökur og skóar smíða skó, já skildi maður ekki hafa nóg. Hvað eru þið að leika í þessari sýningu? Ég Bastian bæjarfógeti hérna í Kardimmumubæ. Já, og ég Kasper, ræninginn. Kasper ræningi. Áttu ekki einhverja bræður, Kasper? Jú, Jónatan og Jesper. Ok, hvernig er búið að vera strákar að taka þátt í þessu? Það er bara mjög skemmtilegt. Mér har alltaf fundið svo gaman að leika. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Er eitthvað sem að þið eru búin að læra sérstaklega, svona finnst ykkur, er þetta búið að þjálfa upp einhverja nýja þætti í ykkur, finnst ykkur? Þetta er í fyrsta skipti sem ég er að syngja fyrir fram á svona marga. Þannig að, já, kannski það er eitthvað. Finnst þér að vera svona krefjandi að fara að gera það á eftir? Nei. Það er pínu svona hræðilegt, fattaru. Já, ertu pínu stressaður en samt slagur? Segðu mér, en þú, nú ert þú að leika hann Bastian. Hvernig er að leika Bastian? Ertu búin að vera dálítið svona stjórna krökkunum eða ertu dálítið að lifa þig inn í hlutverkið? Já, ég er búinn að reyna að lifa minn í hlutverki. Bastian er mjög glaðleg týpa, vill hugsa bara besta alla, vill kannski ekki vera stjórna mikið, hann er bara bæjarfógeti til að vera bæjarfógeti. Mjög glaður alltaf. Það kveður lítt af körlum hér í Kardimómu borg, en væru allir eins og ég þá yrði betra hér. Þó virðist ekki líðnum ljúft að læra neitt af mér. Sjá bæjarfógetan Bastian, hann brosir öllum við, þó hæfi varla herra þeim að hafa slíkan sið. En hvað finnst þér með ræningahlutverkið þitt? Fannst þér það vera krefjandi? Það er bara mjög skemmtilegt að leika hann. Já. Takið þessu bara létt og eru þið bara að leika ykkur strákar? Já, en við erum náttúrulega líka að reyna að gera okkar best í að leika það. Hvað finnst ykkur þið að hafa lært mest af því að taka þátt í leiksýningu á vegum skólans? Mjög líklega að tala hátt og skýrt, láta heyrast í sér í öllum salnum. En hvað með þig? Já, bara sama og hann sagði og líka bara koma fram fyrir framan aðra. Er það skemmtilegt að koma fram? Finnst ykkur það? Er það eitthvað svona, gefur það ykkur eitthvað svona smá kikk? Já, mér finnst bara mjög gaman að vera fyrir fram fólk, að leika og svona. Mér finnst athygli mjög þægileg. Já, þú þolir athygli. Hvað með þig? Mér finnst líka mjög gaman að fá athygli.
Þetta svona jákvæð athygli, það ekki strákar? Jú. Hvernig kom þessi hugmynd upp að fara að setja upp Kardimonbæinn? Það engin smá sýning. Já, mikið rétt. Þetta mikil sýning sem núna í gangi. Hugmyndin kviknaði að það skólinn á í raun afmæli, 10 ára fagnar 20 ára afmæli og hugmyndin var að gera eitthvað stórt, gera eitthvað svona mikið og sameina svolítið árgangana. Þannig að við skiptum í raun leikritinu niður svolítið á milli 1. til 7. bekkjar en 8. til 10. að taka allt leikritið saman og þetta stór pakki en þetta búið rosalega skemmtilegt. Hvar kaffi, hvar hjelpen, hvar Jónatan? Þetta ljótt að sjá, alltaf leita margt. Hvar þetta sem við henni ömmu frá? Ég vissum að það var hér að því gætt. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Menntamálaráðherra segir aðdáunarvert hvað það mikill einhugur á Suðurnesjum að mynda sterka umgjörð börnin, unga fólkið og auðvitað það fullorðna sem hefur mist vinnuna. Það sé mikilvægt að gefa því von og líka þeim fjölda Pólverja sem starfa hafa á Suðurnesjum. Ríkið mun koma að málum á Suðurnesjum vegna þeirra stöðu sem upp komin í kjölfar gjaldþrots WOW, segir Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra. En hún kallaði fólk úr menntageiranum, íþróttahreyfingunni og bæjarstjórinn á svæðinu á fundi í Reykjanesbæ í vikunni. Á fundinum komu fram gagnlegar hugmyndir í skóla og menntamálum hjá forráðamönnum þeirra stofnana á Suðurnesjum. Ég mjög vongóð það að við munum vinna að þessu á mjög uppbyggilegan hátt. Það svona tvennt sem stendur upp úr eftir fundin. Það í fyrsta lagi þessi mikli einhugur sem ríkir hér á Suðurnesjunum að mynda mjög sterka umgjörð í kringum börnin og unga fólkið og það manni svona hlýnar mjög við það hvernig allt forystufólkið að tala það. Og svo í öðru lagi þá auðvitað að halda utan það fullorðna fólk sem að missa vinnuna og gefa því von og hugsa næstu tækifæri. Og svo myndi ég segja svona í bæti við kannski þriðja þættinum að þá öllum hér mjög umhugað þá Pólverja sem eru á svæðinu og hafa komið hér og lagt sitt af mörkum og vilja halda utan pólska samfélagi hérna og veita góðar og skilmerkilegar upplýsingar bæði á íslensku og þá á pólsku. Nú heyrið þú við aðilum sem að vinna hér í skólamálum, símenntun, íþróttamálum. Sérðu fyrir þér að ríkisvaldið muni koma með einhverjum stuðningi þarna inn? Já, ég sé það fyrir mér vegna þess að við erum til að mynda með framhaldsskólan, með fjölbrautaskólan og fisktækniskólan og Keili og ég vil nefna það að við vorum einmitt að styðja við nýtt nám í Keili sem tölvuleikjagerð og sem hefur fengið alveg gríðarlega góðar viðtökur og við erum með mjög öflugt skóla samfélag hér þannig að við erum búin að segja það að við munum forgangsraða fjármunum í þá veru að gera það alveg tryggt að fólk geti farið í nám hér ef það verður mikil aukning. Þú ert þá ánægð með svona viðbrögð sem þú fékkst hérna hjá fólkinu í samfélaginu, svona hvernig Suðurnesjamenn hafa tekið þessu með svona vissu aðruleysi? Já, mér finnst þetta mjög tilkomumikið hvernig forystufólk að taka á þessari stöðu. Það mjög ákveðið í því að taka á þessu einmitt af festu og yfirvegun og fagmennsku og ná utan samfélagið sitt. En það einmitt mikilvægt að það sé gott framboð af fyrir fólk bæði eldra og yngra að geta komist í skóla, tómstundir og íþróttir og tónlist og fleira. Það mjög mikilvægt að við tryggjum jafnt aðgengi einmitt af skólunum okkar, að íþróttunum, tónlistinni, tómstundum og öðru slíku
og við viljum vera þannig samfélag og við erum þannig samfélag og ég er mjög vongóð það að við náum mjög vel utan þessa stöðu sem hér komin og ég hef fengið mjög góðar upplýsingar til að mynda varðandi símenntuna, að fjármagn þar það vantar meira fjármagn þar, við tökum það að sjálfsögðu til skoðunar og förum betur við það í mínu ráðuneyti og þannig að mér finnst bara að vera mjög mikill hugur í fólki. Hefur eitthvað tilfinningu sjálf svona fyrir þessu? Hefur trúið að þetta verði högg í stuttan tíma og að svæði verði fljótt að vinna þessu út úr þessu? Þetta auðvitað mikil áskorun til svona skemmri tíma litið og það alltaf auðvitað mjög erfitt að segja til það og það tengist auðvitað bara framboði á flugi, hverjir koma til landsins og hvernig ferðamannasumarið verður hérna hjá okkur. Þannig munum við sjá hvernig útkoma verður, en svo það auðvitað þannig að staða ríkisfjármála, staða gjaldeyrisforðans og hreina erlenda staða þjóðarbúsins, hún hefur ekki verið betri í mjög langan tíma. Þannig að viðnámsþróttur hagkerfisins er meiri en hann hefur verið í mjög langan tíma. Þannig að auðvitað förum við saman í þessa vegferð. Sveitarstjórnarfólk á Suðurnesjum fundaði með þingmönnum svæðisins þar sem farið var yfir stöðuna í atvinnumálum svæðisins. Við sjónvarpsmenn Víkurfrétta heyrðum í bæjarstjórum Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar og 3 þingmönnum frá Suðurnesjum. Til skamstíma þetta mikið högg. Ég ætla ekki að gera lítið úr því en ég held að framtíð flugsins og ferðaþjónustunnar á Íslandi sé áfram björt og við eigum bara að horfa til þess og halda áfram uppbyggingu og halda áfram að byggja upp og stækka Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem er uppsöfnuð þörf til dagsins í dag og síðan á eftir að stækka hana þá til framtíðarlitið. Við þurfum að halda áfram þessum verkefnum. Hvað sveitarfélögin varðar sérstakar ráðstafanir? Nei, ekkert endilega akkurat núna á meðan við vitum ekki nákvæmlega umfangið en við fylgjumst mjög vel með og það kom vel fram hér á fundurum í dag að við þurfum að passa vel til dæmis börn þessa fólk sem að missa vinnu og þau líði ekki fyrir þá stöðu sem að kann að vera uppi á heimilum þeirra. Þannig að við munum svona setja fókus á það held ég. Þetta snertur okkur öll, sérstaklega út af fólkinu sem að við erum að huga sérstaklega að. Einhver sérstök viðbrögð sem að hafa verið hjá í ykkar sveitarfélagi Suðurnesjabæ, Garð á Sandgerði? Já, við strax á 5. daginn ræddum saman stjórnendur sveitarfélagsins og settum okkur í svona stellingar eða fórum að huga því hvað við þyrftum hugsanlega að gera og hvað viðbrögð þurfti að verða og þar lögðum við meðal annars áherslu á það sem eins og Kjartan nefndi með börnin og skólana og félagsþjónustan, þetta er svona fyrsta og þannig að við settum það að stað strax bara nokkrum klukkustundum eftir að fréttir bárust. Það er engin spurning að þetta er áfall þó að menn horfi bjartsýni fram á veginn til lengri tíma. Já, ég meina, þetta er þetta, eins og maður segir högg, en við erum sammála það svona til skemmri tíma, en vonandi rætist nú úr því bara fljótlega, þannig og tækifæri eru til staðar og það verður fróðlegt að sjá hvernig hluti þróast bara næstu vikum, mánuðum og svo framvegis, þannig að það er engin heimsendir þó að höggið sé vissulega þungt eins og er. Það er auðvitað bráða vandi núna sem við þurfum að fara yfir, en við bara erum að segja að það er auðvitað bara bjart yfir í framtíðinni og við þurfum að komast í gegnum þennan skap núna og sumarið framundan, það lofar bara ágætu samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum, þannig að það kannski gefa okkur svona aðeins aukið svigrúm en við ætlum bara að vinna þetta saman og taka sameiginleg skref og öll í sömu átt og það er svona það sem þessi fundur skilur eftir sig, að við erum að vinna þetta saman. Og við sem erum núna að stilla saman strengi okkar forsvarsmenn sveitarfélagana og þingmenn svæðisins að við teljum bara mjög mikilvægt að horfa eins og Ásmundur segir björtum og fram á við átta okkur á hvar við stöndum og vinna út frá stöðunni en sumarið er þokkalega bjart en enga síður það verður við fulltrúar ríkisvaldsins að stíga núna mjög ákveðið fram og taka utan þennan hóp fólks sem er að missa vinnuna og við náttúrulega getum ekki svarað því hér í dag hvenær þetta fólk fær aftur í vinnu en vonandi bara mjög fljótlega. Hvernig leggst þetta í því þetta ástand? Sko það eru auðvitað augljóst mál að þetta verður högg til skamms tíma í það minnsta og það mun reyna á sveitarfélögin og ríkið líka
í að grípa fólkið sem að missi vinnuna og fjölskyldu þeirra. Það þarf að líta á efnahagslegu hliðina því að fólk lendir auðvitað í fjárhagsvanda, en það líka að horfa á félagslegu hliðina því að það að missa vinnuna er auðvitað áfall og það þarf að styðja við fólkið og börnin þeirra sérstaklega og það reynir á sveitarfélögin en það reynir líka á ríkið að standa velferðarvaktina hér á Suðurnesjum, efla heilbrigðisstofnunina, löggæsluna, skólana, símenntunina og tryggja það að allir vinni saman að því að gera höggið sem minnst en við auðvitað verðum við að vera raunsæ, þetta er að gerast en við erum bjartsýn líka að þetta taki ekki langan tíma. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið þá minnum við á aðra miðla okkar á Víkurfréttum. Við erum með vikulegt fréttablað sem fer inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum í næstum 10.000 eintökum. Við erum einnig með daglegar fréttir frá Suðurnesjum á Víkurfréttavefnum www.ff.is og áhuga fólk golf fær allar nýjustu fréttirnar á kylfingur.is alla daga ársins. Og þetta er tæki sem að þið getið séð okkar miðla í, sama hvað þeir heita. Við endum þáttinn á tónleikum í Hljómahöll þar sem húsfyllir var á hljómlist án landamæra. Þar leiddu saman hesta sína fatlaðir og ófatlaðir listamenn frá Suðurnesjum, Selfossi og Akranesi. Sjónvarp Víkurfrétta tók upp tónleikana og hér er Sirpa á dagskránni. Þangað til næst, verið sæl. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig frá Hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal. Þú ert bara þú, hefði aldrei átt að sjá þig, aldrei átt að fá þig en ég hef enga eftir sjá því ég óttast ekki fallið. Eitt sem varst mín eina þrá en þú brást mér og fórst mér frá, já. Í spilavítinu kasta ég peningum, í fyrsta sinn á ég hellinga peningum. Ég borga einhverju korti frá þér sem ég tók að róa með mér. Allir með til Bahama, ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Já, syngjum lífið og lofum það líka. Þó að peningana skorti getur hamingjan gert með æði ríka. Það er nógu tími til að þessum dauðan eftir dauðan njótu lífsins meðan kostur er. Ég syng bara lífið og syngdu með mér. Þó að jarðskjálfta, eldgos, frost og fáviðri sé fréttaefni, þá er fegurðar ástin, já sólskinið er rétta efni. Sem er þessi að sem leitað uppi og noti sem vel, því að bjartsýnin bjós og bleði sálinni er best að ég tel.